stöðuna í dag. Já, þá getum við að minnsta kosti sagt, fullyrt og stutt það með gildum rökum og glaðst yfir því að við Íslendingar erum að sigrast á einhverjum mestu efnahagsáföllum sem nokkur þróuð þjóð hefur lent í langt árabil og áratugaskeið. Það þýðir ekki að berja höfðinu við steininn og neita þegar að allir helstu mælikvarðar sýna það sama, sem betur fer. Að það er orðinn viðsnúningur, bati er genginn í garð og hann á það vegna þess í fyrsta lagi að árangurinn í ríkisfjármálum og minni skuldir gera það kleift að ná settum markmiðum jöfnuð og síðan afgang með minni aðgerðum en áður var talið að þyrfti til. Við getum það vegna þess og ætlum að gera það vegna þess að þung þjóðhagsleg rök mæla með því að nú sé skynsamlegt að styðja betur við efnahagsbatan með mildari aðlögunaraðgerðum það sem eftir er. Í fjórða lagi er þessi endurskoðun mikilvæg vegna þess að hún gerir ríkinu og þjóðarbúinu kleift að ráða við útgjaldaáhrif nýgerðra kjarasamninga án þess að fara út af sporinu. Þannig að við getum nú hækkað laun og hækkað bætur og verðtryggt persónufrádrátt og gert marga slíka hluti. Í einhverju landi hefðu sanngjarnir fjölmiðlar og fræðimenn komist hafa í gegn núna á þessu kjörtímabili og Alþingi hefur líka unnið mikið starf, svo eitthvað sé nú sagt gott um það. Við höfum innleitt hér ein hjúskaparlög, við höfum hagsmunaaðilar geta gert betur, fjölmiðlarnir geta gert betur og forseti lýðveldisins getur gert betur. Við skulum leggja áherslu á það sem sameinar okkur og sameinast það mikilvæga verkefni að klára þetta og fara með Ísland út úr kreppunni. Þetta er í okkar höndum. Við höfum allt sem við þurfum til þess. Það erum við eins sem getum gert þetta og við eins sem getum klúrað því og það ætlum við ekki að gera.